Sjöundi liður slökkvilið Akureyrar samþykkt og það Helena Karlsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, að ræða breytingar á samþykkt fyrir slökkviliðið. Framkvæmdaráð tók þetta fyrir á síðasta fundi sínum og samþykkti breytingarnar sem lúta þrekprófum slökkviliðsmanna. Jafnframt taldi ráðið að það þyrfti að gera breytingar á samþykktunum til samræmis við samþykkti framkvæmdaráðs. En að mati slökkviliðsstjóra þá þarf að breyta ákvæðum þrekpróf í samþykktunum þar sem núverandi fyrirkomulag orðið úrelt og hentar slökkviliðsmönnum misjafnlega. Það þarf að vera nauðsynlegt að geta endurskoðað og breytt þrekprófum í samræmi við auknar kröfur styrk og þrek, en slökkviliðið leggur mikla áherslu á líkamlega hreysti og heilsu starfsmanna sinna, enda störfin oft og tíð erfið og hættuleg. Því er lífsnauðsynlegt að tryggja eins og kostur að þeir séu góða heilsu. Það er það lagt til að fyrirkomulag þrekprófanna verði tekið út úr samþykktunum eins og þeir eru núna og að ákvæðið hljóði svo, með leyfi forseta, öllu starfsliði slökkviliðs Akureyrar skylt að þreyta þrek og styrktapróf. Slökkviliðsstjóri ákveði nánar fyrirkomulag prófana en þau skulu tryggja að þrek og styrkur slökkviliðsmanna skuli vera eins og best verið á kosið. Reglurnar skulu vera slökkviliðsmönnum aðgengilegar. Ástæða þess að verið að breyta þessu fyrirkomulagi svo að þrekprófið hefur verið gert og framkvæmt á þrekhjóli undanfarin ár. En nokkrir starfsmenn hafa fengið heimild til að taka prófið á göngubretti vegna þess að þeir hafi ekki treystið til að taka prófið á hjóli. Slökkviliðsstjóri og trúnaðarlæknir slökkviliðsins gerði úttekt á þessu fyrirkomulagi og það kom í ljós og það var niðurstaða læknisins að það væri ekki hægt að bera þessi próf sama vegna þess að viðmiðin væri ekki þau sömu. Og það var gerð tilraun með báðar leiðirnar og það kom í ljós að hjólaprófið hentaði betur þyngri mönnum en refsaði þeim léttari og þeir sem ekki treystu sér á hjólinn fengu mjög góða útkomu á göngubretti. Þess vegna var farið að endurskoða fyrirkomulag á þessum prófum og það fyrirkomulag sem liggur fyrir hentar betur því að það koma betur í ljós styrkleikar og veikleikar hvers og eins. Og það verður passað að sá sem að ekki stenst þrekprófið að hann fær þá tækifæri til þess að þreyta það aftur. Það verður gætt á allra regluna stjórnsýslulega hvað það varðar. Og hvað varðar breytingu samþykktanna til samræmis við samþykkti framkvæmdaráðs, en þessar samþykktir eru orðnar mjög gamlar síðan 1989 og á þeim tíma þá heyrði málefni slökkviliðsins undir bæjarráð. En með núgildandi ákvæði samþykktar framkvæmdaráð í 3. grein heyrir málefni slökkviliðs og því þarf að breyta þessum ákvæðum til samræmis sem við á. Þess vegna legg ég til að bæjarstjórn samþykki þessar breytingar á samþykktunum og jafnframt fer ég þess á leit og legg til að bæjarstjórn feli framkvæmdaráði að gera heildarendurskoðun á þessum samþykktum enda eru orðnar gamlar og úreltar og það er komið tími til að endurskoða þær. Takk. Orðið laust sjöunda lið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þannig að framkom tillaga frá formanni framkvæmdaráðs sem að ráðið myndi hefja vinnu við heildarendurskoðun á samþykktum ásamt því að samþykkja þessa framlögðu tillögu breytingu á 8. grein. Og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Það eru 11. Hún er samþykkt samhljóða.